Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og við erum 4 hér í dag. Laufey Ólafsdóttir, Ásta Þórdís Skjaldal og Hildur Oddsdóttir. Og í næsta mánuði þá jólamánuður og það oft gleði, það svona hátíðamánuður hjá mörgum. En það líka oft mjög erfiður mánuður, það eru útgjöld og það eitthvað sem að, er erfitt fyrir margar fjölskyldur og margt fólk að mæta því. Það oft talað að það þurfi að eiga fyrir útgjöldum áður en það stofna til að vera, en við vitum að það veruleiki sem að alls ekki allir geta mætt. Þannig við ætlum að ræða þetta hér í dag og við vitum að fólk núna að sækja til hjálparsamtaka út af atvinnuleysi og líka bara út af þeirri stöðu að það eru margir sem að hafa verið á þeim stað að eiga ekki mat, eiga ekki pening fyrir mat og þeir áttu ekki fyrir mat, það áttu heldur ekkert fyrir þessum hlutum eins og gjöfum, jólaseríum og því sem að við teljum oft svona, kannski sjálfsagt í kringum þessar svona hátíðastundir. Þannig að við ætlum að bara ræða þessi málefni svona dálítið í stóra samhenginu og við vitum að við erum með hjálparsamtök og við höfum líka tekið eftir því að þetta svona færast inn á síðurnar og ef ég byrja kannski á þér Hildur, þú hefur verið að aðstoða jólasveina með síðunni jólasveina hjálpa kokkanir og það getur að sagt okkur frá því verkefni. Já, hvað ég að byrja á? Ég stofnaði þessa síðu 2016 og það var eiginlega út frá því þegar ég sá hvað voru margar sem voru að leita eftir aðstoð og vantaði hjálp með skógjafir og ég var nýkomin af utan á stórri ráðstefnu með Ástu Dís með peppinu og ég kom heim bara eitthvað svona full. Mér langaði til að gera eitthvað og þegar ég sá þetta þá hvað ég að stofna síðu, sá þetta flotta nafn frá einni og spurði hvort ég mætti nota það og setti bara þetta verkefni á stað. Síðustu bara ár hefur bara verið aukning að fólk sé að biðja aðstoð skógjafir. Það hefur fyrir svona 2-3 ári síðan þá komið mitt líka svolítið með jólagjafirnar og sérstaklega í fyrra og þá einhvern veginn ákvað ég að stíga svona aðeins lengra út fyrir rammann af því ég veit að sjálf að börn eiga óskir hvað þeim langar í jólagjöf og veit að sjálf að því að minn elsti óskaði alltaf eftir einhverju svona sérstöku jólagjöf og vildi vera kannski eins og svona vinir hans í kring, en ég gat aldrei orðið að þeirri ósk, þannig að ég ákvaði að færa þetta svolítið inn í þetta verkefni líka og það bara blómstraði í fyrra, þannig að mér hlakkar virkilega til að koma síðan aftur í loftið og bara að geta einmitt hjálpað öðrum og gefið tilbaka og ég svona alveg viss að það verður eitthvað stór aukning með við ástandi sem náttúrulega búið að vera hjá okkur síðustu mánuðina af þessu ári. Þannig að bara vonandi getum við bara hjálpast að og verið fyrir hvort annað, sérstaklega hvort börnunum okkar. Og með pepp þá ertu að vísa til grasrótarsamtaka fólks í fátækt og þetta svona... Já. Þau hafa verið að tengjast við þá svipuð samtök fólks þá erlendis og svona dálítið að tala saman og skiptast á hugmyndum og... Já, en þessi hugmynd kom bara einhvern veginn, það var eitthvað sem bara ég var að reyna að finna til að geta gefið tilbaka. Ég hef náttúrulega sjálf þurft að aðstoðan halda, búin að vera í þessu sporum í mörg ár og þetta var bara mín leið til að koma þessu verkefni á. Og mín leið til að geta gefið tilbaka. Þannig að mér þykir rosalega vænt þetta verkefni og mjög stolt af. Mjög fallegt. En Ásta, hvað við vitum náttúrulega að það hópur fólk sem hefur alltaf bara þurft að leita til hjálparsamtaka. Það bara staðreynd sem við hér erum alla meðvitaðir og
já, það hefur ekkert farið fram hjá okkur og það eitthvað sem að ég held að við alla bara þekkjum og höfum talað held ég. Svo hópur sem núna að upplifa atvinnumissi. Hvernig finnst þér vera svona umræðan í samfélaginu og þá kannski helst, finnst þér vera munur svona almennt þessi svona samfélagslega umræða og meðvitund og svo hjá stjórnvöldum þegar að stór hópur fólk sér fram á að geta ekki einhvern veginn haft efni á því sem að við teljum vera svona nauðsynjar inn á heimili og geta kannski ekki haldið gleði í jól. Finnst þér þá þessi meðvitund svona aukast að nú þurfi að grípa í taumana eða ekki? Og finnst þér vera einhver svona munur á viðhorfum þessara tveggja hópa? Eða þetta bara mjög fjölbreytt eins og við erum fjölbreytt? Þetta eiginlega svona svolítið flókin spurning. Ég finn fyrir því að það meðvitund í samfélaginu það að stór hópur fólks missti vinnuna strax í fyrstu bylgju COVID og það fólk sem ennþá að missa vinnuna út af COVID og það svona ákveðin meðvitund það í samfélaginu að þessi hópur hafi það slæmt og þurfa á aðstoð að halda. Og það vita náttúrulega að það hópur í fátækt sem búinn að þurfa á aðstoð að halda lengi. Það sem mér finnst vanta meiri vitund það að það bæði þessi hópur sem hefur þurft aðstoð lengi að halda og þau sem hafa svona þokkalega ráði við ástandið og kannski bara þurft smá auka aðstoð jól og páska, að þessir hópar, þær fjölskyldur sem með börn sem heima við í stað þess að vera í skólum og mötuneytum og leikskólum, að þá þetta svo íþyngjandi fyrir þennan hóp. Því að þarna erum við ekki bara að tala að það þarf að vera til matur heima við í allar máltíðir, það þarf líka að vera til eitthvað viðbit aukalega. Því að það bara, við vitum það þegar þú svona mikið heima þá þarftu eitthvað til að aukalega eitthvað kaffitíma og millibita til þess að gefa börnunum, til þess að gleðja þau, til þess að halda þeim gangandi og það það sem að erfitt fyrir þennan hóp að mæta. Þannig að það aukinn matarkostnaður af því þau borða fleiri máltíðir heima, það borðað meira heima þegar þú ert svona mikið heima, síðan það afþreyingin. Ég meina það alveg saman hvort þú tala púsl eða spil eða hvað þú ert að tala það alltaf einhver kostnaður. Ok, það kostar ekkert að fara út að ganga en það takmarkar hvað þú getur endalaust bara farið út að ganga með börnunum þínum. Þannig að flestir kaupa þó Disney Plus eða Netflix eða eitthvað til þess að auka fjölbreytnina heima fyrir og börnin sjálf gera kröfu á það. Ég meina hinir félagarnir með það og þau verða svolítið út undan ef þau hafa ekki horft á nýjustu þættina og allt þetta. Þannig að það einhvern veginn krafa á að þau standi jafnfætis, hafi allavega aðgang að Disney Plus og svo sé til eitthvað púsl og eitthvað svona og þetta kostar allt peninga. Og ef að peningarnir ekki til staðar, hvað þá að gera? Og þá, venjulega fara mæðurnar í það að reyna þá að kaupa eitthvað örlítið sparsamar inn til þess að koma til móts við þetta, að geta tekið 2 krónur hér og 3 krónur þar. En ef þú ert með bogann spenntan til hins ítrasta fyrir, þá ekkert af neinn að taka. Svo kemur upp svo staða fólk fer í sóttkví, það kemur upp eitthvað í skólanum og fólk á að fara í sóttkví og jafnvel oftar en einu sinni í sömu skólanum. Og hvað þá? Þá kemstu ekki í búð að kaupa inn sjálfur og þú ert kannski með góða reynslu af því að kaupa ódýrt inn og spara allstaðar þar sem hægt að spara, veist hvað þín börn borða, svo þarftu allt í einu að senda einhvern annan í búðina fyrir þig. Og það bara vita mál að þar með bara kannski mánaðar budgeti farið.
Mér hugsaði hérna til þáttar sem að voru sýndir breski þættir og þar sem að ríkt ungt fólk það prófaði að búa hjá fátækum fjölskyldum og í nokkra daga og eitt verkefni var einmitt að þau fengu hvað kannski 10-20 pund eða hvað sem það var ótt að versla inn fyrir vikuna eða hvað sem að tímabili var það mátti ekki bara yfir upphæðina og þau voru alveg að reyna og þá sá maður einmitt skilin að þá var bara vá, ok, þurfum að lifa þessari upphæð bara vá, hvað þetta erfitt því þau voru svo vön að koma úr heimi þar sem það var bara steikur og vín með matnum og út að borða öll kvöld vikunar og bara mamma og pabbi borga og ekkert að spá í vermiðanum yfir í bara eitthvað þessi upphæð, hún þarf að duga ég hef ekki meir ég þarf bara að láta þetta duga og það þarf að ná yfir alla dagana, alla máltíðirnar, ekkert maður út af eða. Akkúrat. En ég upplifi það núna að fylgjast með á samfélagsmiðlum og því ég inn á hópum þar sem að verið að ræða fátækt og eru margir sem glíma við fátækt og ég upplifi það í október var komin gríðarlegur uppsafnaður vandi þannig að október var þessum hópi mjög erfiður. Og ekki bara voru peningarnir búnir strax í upphafi mánaðarins, heldur var þessi mánaður mjög langur. Mánaðamót komu upp á helgi og það eru margar stofnanir og fyrirtæki sem að borga ekki út fyrir fyrsta virkandag. Þannig að þessi mánaðamót síðustu voru bara þessum hópi alveg virkilega erfið. Og nú þegar, það bara komin 1 vika af nóvembermánuði og það rignir inn hjálparbeiðnum núna. Það bara gríðarlegur fjöldi fólks út í samfélaginu sem er búinn með matarpeninginn sinn. Ég meina, ef þú borgar ekki húsaleguna þá ertu í vandræðum. Þú verður að borga húsaleguna og þú verður að hafa rafmagn. Þannig að það alltaf einhverjir reikningar sem þú getur ekkert ýtt á undan þér. Þú verður bara að borga það. En þegar þú ert búin að borga þessa reikninga og þú átt ekki eftir fyrir mat út mánuðin. Það bara mjög alvarleg staða og mér finnst vanta svolítið að samfélagið í heild gerir sig grein fyrir því að það eru miklu fleiri í þessari stöðu heldur en fólk heldur. Og bara hversu alvarleg staða þetta? Og þegar þú ert með börn og matarpeningurinn er búinn að þá ertu með stanslausan hnút í maganum. Hvernig áttu að fara að því að lifa þetta af? Hvað áttu að gefa börnunum þínum að borða á morgun? Og þetta bara, virkilega alvarlegu vandi sem að fjöldi fólk stendur frammi fyrir. Ég held einmitt ef ég má grípa aðeins boltann, þá held ég að það sem að kannski kemur ofan á núna, í þessu ástandi, því við erum flest búin að lifa í gegnum hrunið og allt það, En það sem er svolítið öðruvísi núna er þessi rosalega óvissa. Það er svona, mikið af fólki, til dæmis fólk sem er að starfa í þeim geirum sem að, eins og hárgreiðslu fólk og, nuttarar og, jógakennarar. Við erum náttúrulega búin að fara í gegnum það að fólk sem hefur verið í ferðaiðnaðinum hefur mist vinnu og núna er orðið nokkuð ljóst að það er svona, fólk sem er svona svolítið bara já, ok, ég er að fara að sigla inn í mjög erfiða tíma, en það er einmitt með síðan stór hópur fólk sem er í svona, rosalega í lausu lofti, það veit ekki hvenær það kemst aftur í vinnuna, jú, það er með ennþá vinnu, en einmitt, veit ekki hvenær það fer aftur, sumir eru, bara að vinna, þannig að þeir eru ekki með fasta tekjur, þannig að það fer bara eftir hvað er mikið að gera, hvað þeir eru með háar tekjur og þetta fólk er tekjulaust og það er einhver úrræði núna en fólk veit ekkert hvort að það nýtist þeim eða ekki, hvort þeir uppfylli skilyrði og það er einhvern veginn allt svolítið svona núna. Ég held að það sé eitt sem er svolítið að bætast ofan á, að það er rosalega margir bara í lausu lofti. Ég var að ræða við eina sem að er einyrki, bara með lítið fyrirtæki sem eiginlega byggist bara á hennar starfskröftum og í augnablikinu þá er enginn að koma til hennar með verkefni og eftir að hafa skoðað þetta þá er eina sem hún getur gert er að hún getur skráð sig á 50% atvinnuleysisbætur.
þó að hún sé ekki með verkefni skilur á móti þessum 50%, að þá það eina sem að henni býðst. Það eina aðstoðin sem hún getur fengið, það að skrá sig á 50% atvinnuleysisbætur. Og það segir sér náttúrulega, það er enginn á því, sko. Þannig að þetta úrræðin eru miserfið, skulum við segja. Þetta kemur svolítið líka af eins og ungu fólki. Við tökum til dæmis krakkar sem eru náttúrulega að koma frá heimilum sem náttúrulega mjög erfitt fyrir og þau hafa fengið auka vinnu eða bara vinnu með skóla og núna náttúrulega framboðið frekar lítið þannig að mikið ungu fólki ekki að fá vinnu þannig að það hefur ekki rétt á að sækja bætur en neitt slíkt þannig að þungin verður líka en meir fyrir náttúrulega þá sem eru kannski á atvinnuleysisbótum eða eru tekjulitlir eða eru á örorku eða eitthvað slíkt þannig að tekjurnar sem náttúrulega koma inn á heimilið eru mjög litlar þannig að það líka sem svolítið að koma inn með svona stöðuna sem í gangi núna. Og sá hópur sem við höfum talað í þó nokkuð tíma að stendur verst í samfélaginu, að það öryrkjar með börn. Og þá breytir engu hvort það eru móðir og faðir á örorku eða hvort það einstætt foreldri með börn. Að þetta eru þeir hópar sem hafa það bara alveg virkilega erfitt í samfélaginu okkar og eiga enga möguleika á að bæta við tekjur sínar. Þannig að þarna er hópur sem einmitt að kljást í þessi eins og ég vil segja uppsafnaðan vanda. Það alltaf matarkostnaðurinn meiri og bara kostnaðurinn við að vera til í gegnum þetta COVID-tímabil mun hærri og þarna hafa flestir reynt að aðlaga sig eins og hægt og svo kemur COVID og þú tekur ekki af engu. Það er bara ekki hægt. Þannig að þeir sem hafa eitthvað kredit einhvers staðar eru örugglega búnir að klára það alls staðar og þetta fólk kvíðir jólunum. Það svo margt fólk þarna úti sem með bogann fullspenntan núna og veit ekki hvernig það á að lifa af þetta ár, bara matarlega sér og hvað þá að gera sér einhvern glaðan dag eða geta gefið börnunum sínum einhverjar gjafir. En eins og erlendis þá sjáum við til dæmis fólk víða úti á götum að biðja pening því það á einfaldlega ekki pening og við höfum ekki tekið eftir þessu á Íslandi. Við höfum kannski vissulega séð eina mannsku hér og þar að biðja pening en við vitum að það fullt af fólki sem bara á engan pening, á ekki mat. Hvar eru einstaklingar í dag? Hvert fara einstaklingar og hvert fara fjölskyldur sem hafa ekki mat? Við vitum það hjálparsamtök en það að sjá meira kannski inn á síðum? COVID kannski einhvern veginn að, þessi tækni að einhvern veginn ýta undir og hjálpa að það sé einhvern veginn hægt að dreifa matvælum til fólks í gegnum heimasíður. Ég veit, ég hef tekið eftir alls konar svona síðum þar sem það vera aðstofa fólk sem þarf að hjálpa að halda, eins og til dæmis síðan Hildar sem hún nefndi og alls konar. En hvernig við vitum að þessar tölur eru staðreind, þannig að ég einmitt velt fyrir mér hvar þessir hópar? Það í flestum, það eru svona matarhjálparsíður í flestum landshlutum og þannig að það eru nokkuð margar á landsvísu. Það eru allavega 2 sem eru mjög virkar á höfuðborgarsvæðinu og ég veit allavega 5 síður á netinu þar sem að fólk að biðja aðstoð af því að það á ekki fyrir mat og það eru einhverjir á þessum síðum sem að gefa mat og í sumum tilfellum inneignin og bónuskort við komum með slíkt. Þannig að það eru einhverjir að reyna að hjálpa. En það sem að mér finnst
pínu svona sorglegt við það að það náttúrulega svo margir sem þurfa aðstoð að halda, þannig að til þess að fá athygli og sem sagt bara fá aðstoð, að þá verður þetta stundum pínlítið samkeppni hver hefur það verst og að geta svona svolítið búið, hvað ég segja, ef að þín frásögn sker meiri hjarta, þá meiri líkur á því að þú fáir einhver umgjösi yfir þú og gefið þér eitthvað. Og þetta bara ekkert gott fyrir fólk að standa í, því að þetta hefur áhrif á sjálfsvitundina og þetta brýtur niður sjálfsmyndina þína, þannig að ég meina auðvitað gera foreldrar þetta til þess að geta gefið börnunum sínum að borða. Þú leggur allt á því til þess að gefa þeim að borða, en þetta ekki góð staða að vera í og þetta mjög niðurlægjandi og þetta algjörlega andstæðan við það sem við til dæmis erum að berjast fyrir. Við erum að berjast fyrir að við skilum fólki í fátækt aftur reisnina sem samfélagið búið að hafa af þessum hópi. Og það engin reisn í því að þurfa að betla sér til matar. Þannig að þó að fólk fái einhverja aðstoð þarna, þá hún dýru verði keypt. En eins og Hildur, nú tók eftir því að þeir eru líka með aðstoð varðandi páska og við vitum að það er til peningur á Íslandi. Það bara, fjármagninu ekki skipt jafnt. Það er bara þannig. Svo mikið talað samfélagslega ábyrgð í samfélaginu. Að fyrirtæki að sýna samfélagslega ábyrgð, gera það sem er rétt og einhvern veginn svona ekki koma illa fram í jörðina. Þeir eru oft með svona umhverfisstefnur og allt svona voða fallegt á yfirborðinu. Þetta kannski smá út fyrir efnið, en í samfélagi þar sem við vitum að til nægur peningur og við erum einhvern veginn að reyna að vinna því að skipta gæðunum jafnt. Hvernig finnst ykkur að fyrirtæki hafi einhvern veginn hafa þau komið inn í og verið einhvern veginn svona, við viljum hjálpa, við viljum gefa páskaegg eða við viljum hjálpa fátækum fjölskyldum og hvernig hefur því verið tekið? Hafið þið eitthvað leitað til fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis? Eða hafa þau kannski komið til ykkar fyrrabræði eða eitthvað þannig sem þið getið rætt um? Ég reyndi að gera það í fyrra. Þá var einn sem var með mér og það var nefnilega óskað eftir svona ráftæki, þá kannski ég er að tala um headphone eða lítinn svona sambar eða eitthvað svona. Við fórum í eina búð í Síðumúlanum og þar töluðum við náttúrulega starfsmann sem fór einmitt og talaði á bakvið og þar fengum við 50% afslátt, þannig að við gátum verslað það sem var óskað eftir. Og ég sendi hvað heitir Cool Kids leikfangabúðin, þar sendi ég post, þar fékk ég 25% afslátt þegar ég þurfti að fara og kannski að versla það sem var á listanum. Þannig að maður fékk, en maður náttúrulega kannski hefur fyrir þessu og er að útskýra verkefnið og svona leggja allt undir, þá fær maður svör tilbaka. Svo hefur maður fengið alveg svör tilbaka þar sem náttúrulega fyrirtæki er að hjálpa rosalega mörgum en þurfa náttúrulega að velja úr sem maður skilur. Og eins og páskana þá voru þetta bara rosalega mikið einstaklingar sem að lögðu bæði framlag og komu með páskaegg sem kannski fengi gefið sér á vinnunni og vildu bara gefa það áfram. Ég reyndi að sendi á Nóa Sirius þessu fyrirtæki og fékk svar frá einum ég hefði getað fengið, ég man ekki hver afslátturinn var, en hún svona, bent á að væri kannski betra að fara í búðina og verslaða þar, sem ég reyndi bara gerði fyrir framlag sem kom inn. Þannig að, en þetta bara, ég veit ekki, ég svolítið sjálf sem að kannski að senda fyrirtækin, jú, með aðstoð Ástu, hún hefur hjálpað mér svona, þannig að, já. Svo það bara fólkið. En af því að við myndumst aðeins áðan á hvað tech gerir, við erum einblínum svolítið á að fólk valdeflist í starfi hjá okkur og mér finnst þetta verkefni hjá Hildi svolítið típist dæmi hún kemur inn í starfi hjá okkur og
hennar valdefling þar verður til þess að hún tekur þetta skref. Þannig að hérna fara að hjálpa öðrum. Þannig að mér finnst þetta svo gott dæmi að hérna, ef við styðjum við fólk, færum því reisnin aftur, valdeflum það, að þá fer það út í lífið og gerir fullt af góðum hlutum. Þannig að Hildur er svolítið skemmtilegt dæmi hvað hægt er að gera. Ég held einmitt líka því að við erum búin að vera að sjá núna svona svolítið fleiri svona verkefni, svona grasrótarverkefni, einmitt það sem er bara fólk sem að einmitt skilur þessa stöðu, sem er að einmitt, já, bara reyna svolítið að virkja, já, til dæmis samfélagsmiðla til þess að einmitt fá fólk sem getur gefið til þess að gefa áfram til þeirra sem að vantar. Þannig að það er einmitt, þetta er hérna, mér finnst það rosalega jákvætt, þó að náttúrulega eins og Ásta bent á áðan, þá náttúrulega, þú veist, áhengin að þurfa að vera alltaf, þú veist, eitthvað að hérna betla eða, þú veist, það er náttúrulega svona neikvæða við þetta, þú veist, að við séum sett í þá stöðu. En hérna, já, en þetta er einmitt, þú veist, náttúrulega bæði bara tölvutæknin og samfélagsmiðlar hafa samt svolítið líka tekið af þessu skömmina, því að hérna, það er hægt að fara ýmsar leiðir svona, og eins og einmitt hérna, Hildur og fleira af þessum síðum, ég veit líka náttúrulega með þarna hjálparhönd síðan sem bara Halldór sem með, veist, að það er hægt að setja inn nafnlausa beiðnir, þá bara sendir fólk beiðni á þann sem er með síðuna og hérna, síðustjórnandi getur komið beiðnin nafnlaust áfram, þannig að fólk þarf ekki alltaf að vera, þú veist, að setja sína eigin persónu eða inn í málin, sko. En hérna, það er reyndar í boði á nánast öllum síðunum, að hérna senda á síðu stjórnanda og viðkomandi setja það inn. Akkurat, og ég held að þetta sé mjög jákvætt. Maður hefur séð svipað einmitt líka með svona síður sem eru settur utan svona svolítið persónuleg málefni þar sem fólk er að, þú veist, það er góða systir og hérna, hvað þær heita allar þessar síður. En þetta er náttúrulega mjög hérna, jákvætt að fólk getur fengið hjálp án þess að þurfa að setja sjálft sig þarna út af því að þetta er oft náttúrulega mjög viðkvæmt, bæði vegna barna og aðstandenda og annað slíkt, sko. Þannig að þetta er alveg jákvætt og svo er náttúrulega líka eins og náttúrulega núna með COVID að hérna, eins ömurlegt og það ástand er allt saman, þá hefur þetta líka svona svolítið, þú veist, sett, þú veist, þetta að núna þurfum við að gera hlutina rafrænt og þá er einmitt orðið svona hérna aðgengilegra fyrir fólk að hérna, biðja aðstoð án þess að þurfa einmitt að, þú veist, kannski ferðast langa leið til þess að komast á stað til þess að einmitt fara heim með einhvern poka sem að kannski nýtist þér takmarkað, sko, en hérna, þannig að öll svona hjálparaðstöð, ég hugsa að þetta sé orðið miklu skilvirkara, þú veist, ég vil allavega, það er náttúrulega mín persónulega skoðun, en hérna, ég get alveg ímyndað mér að þetta verði skilvirkara þannig. Veist, að fólk sem þarf að hjálpa að halda getur nálgast hana án þess að þurfa einmitt að endilega því að minna mörg okkar til dæmis sem erum bíllaus, það er oft alveg mikið mál og sérstaklega sko, veist, að þurfa að fara einmitt í miklum kulda til dæmis, það eru margir sem eru að glíma við verkjasjúkdóma og eiga erfitt með að fara út þegar það er mjög kalt til dæmis eða að bera poka heim eða þú veist allt þetta, þannig að Viðræðir hérna sem sagt utan hús eru líka algjörlega með öllu óviðunandi. Það er bara, þú veist, því líka niðurlægingin að bjóða fólki upp á þetta. Það er bara algjörlega til skammar. Þetta er svo mikið bara, þetta er svo óviðandi. Þetta hefur aldrei verið viðandi en þetta er voðalega mikið, að maður getur kallað að barnsins tíma, sko, þegar það þótti sjálfsagt að fólk væri niðurlegt þegar að væri að biðja hjálpar. En eins og ég segi, það hefur náttúrulega aldrei verið í lagi, en hérna, ég held að sérstaklega í dag þegar það er svona mikil vitundavakning, sko, þá náttúrulega bara er þetta. En við höfum rætt, hérna, við höfum haldið málþing og rætt matargjafir og hérna, ég skil alveg eins og forsendur mæðrastyrksnefndar, þeir fá hérna, styrk frá hinu opinbera til þess að kaupa mat og hérna, það verður meira úr peningnum þegar þau geta keypt mat í heildsölu og í miklu magni til að gefa.
Þannig ég skil sem sagt þá hugmynd og þarna verði meira úr peningnum, en svo fæ ég aftur á móti til mín skjólstæðingar sem eru búin að fá afhentan mat í poka og svo kemur í ljós að það er eitthvað ofnæmi á heimilinu eða óþol og flestar fjölskyldur hafa sína matarvenjur og það er kannski bara helmingurinn af því sem kemur upp í pokanum sem raunverulega nýtist þessari fjölskyldu. Og þannig að það eru kostir og gallar. Það er voðalega erfitt að segja að einhver ein leið sé rétt í þessum efnum. En það sem að við í Peppin erum að gera, við erum fyrst og fremst baráttusamtök, ekki hjálparsamtök, en við höfum tækifæri til þess að sporna gegn matarsóun. Þannig við höfum verið að taka við matvöru frá fyrirtækjum sem er komin að dagsetningu eða pakkningar orðnar laskaðar eða eitthvað slíkt, stundum rangt merktar, og við erum að gefa það áfram. Og núna er lokað hjá okkur vegna COVID. Við ætlum að leggja sína samfélagslega ábyrgð og erum að leggja okkar að mörkum með því að hafa lokað á meðan þetta versta gengur yfir. Stefnum á að opna 20. nóvember með þeim takmörkunum sem verða í gangi þá. En í millitíðinni þá erum við að setja þá matvöru sem við fáum í innkaupakerru fyrir utan hjá okkur, þannig að fólk getur komið við og náðu sér í, tekið það sem að það getur nýtt sér af því fyrir sína fjölskyldu. Í Mjóddinni, já. Þetta er sem sagt göngugötunni í Mjóddinni fyrir framan húsnæði sem við erum í Álfabakkanum. Og okkur finnst það mikilvægt að sem sagt nýta matinn sem við hefðum annars verið að elda úr og nýta í starfi hjá okkur og koma því áfram til þeirra sem að, því það er bara fjöldi fólks, það er bara allt of margir þarna úti sem þurfa á mataraðstoð að halda svona snemma í mánuði. En svo er annað í þessu, hvað getum við gert til þess að lyfta svolítið andanum, hvað getum við gert til þess að hjálpa fólki að sem kvíðir jólunum að takast á við þetta. Spurning, mér langar að spyrja með stuðningskerfin okkar, eins og hvernig er barnabótakerfið að virka og svoleiðis, þú veist, ef við hugsum lausnir, væri hægt að endurskoða það eins og til foreldra sem eru með börnin á heimilinu, þannig að stuðningunum komi inn á álags mánuðina, þú veist, hvernig finnst ykkur það verið að virka núna? Er það eitthvað sem væri hægt að endurskoða? Þú veist, hvaða breytingar væri hægt að gera svo að það myndi gagnast fjölskyldum betur? Ef ég byrja, þá myndi ég segja það þyrfti að vera bara eingreiðsla per barn til ákveðin, þú veist, hvað var ég að segja, til barnafjölskylda með börn á ákveðnum aldri. Og það þyrfti að koma til hærri barnabætur og hafa það þá þannig að það nýtist best þeim tekjulægri, og það þyrfti að hækka örorkubæturnar. Það er stór þáttur inn í þessu, því þar er mesti fjöldinn. Það eru langflestir í þeim hópi sem eru að glíma við langvarandi fátækt. Því að þó að þeir dansi á mörkunum, þetta er kannski ekki undir línuna sem er dregin, þetta er dansi á mörkunum, að þá þegar verið að hugsa þessa línu sem er dregin, þá verið að tala þeir sem eru undir henni fallindi fátækt, en ef þú ert á línunni árum saman og jafnvel áratugum saman, þá nærðu aldrei að lyfta höfði. Þá er alltaf eins og þú sért með andlitið undir vatni og nærðu aldrei að lyfta höfði upp úr drullubollinum. Þannig að ég myndi segja að þetta þrennt sé þar sem að þyrfti að gerast og þyrfti að gerast allra fyrst. Þetta er alltaf bara svolítið erfitt að segja til hvað myndi nákvæmlega henta öllum, af því að það er alltaf einhver sem að fellur í gegnum síuna. En
fellur ekki milli kerfa til dæmis, sko. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, ég hugsa að þurfti líka bara svolítið að opna kannski meira hjá sveitafélögunum, þú veist, að fólk í sérstökum aðstæðum geti farið og bara, þú veist, heyrðu, ég bara passa hvergi inn, þú veist, einhver aðstoð, þú veist, þannig að það sé hægt, þú veist, að sækja í einhverjum sérstökum aðstæðum til sveitafélags. Og ég svo sem veit ekki hvernig, þú veist, hvort að öll, þú veist, ég veit að það mjög misjafnt milli sveitafélaga til dæmis bara hvaða aðstöðu biðja upp á. En mér finnst alveg sjálfsagt að það ætti að vera einhver svona smá, einmitt, að fólk geti bara sótt sérstaka aðstöð, sérstaklega fyrir jól og svona hátíðir og aðstoð. Þannig að ég veit ekki að því að, eins og ég segi, sko, það er, já, maður hefur alltaf áhyggjur af þessu fólki sem er akkurat ekki að uppfylla skilyrði neins staðar. Já, en það er náttúrulega eitt að vera sveitafélagið sem að grípur það. Og svo náttúrulega líka bara, þú veist, eins og með desember uppátt, það er eitthvað sem að vinnandi fólk fær og bjargar mörgum, en þú veist, fólk sem að einmitt er ekki með tekjur, náttúrulega fær ekki desember uppátt. Þannig að það er eitthvað sem mætti alveg skoða, einmitt að sveitafélagið kannski geti tekið að sér einhverja útgreiðslu til þeirra sem er ekki með neina svoleiðis. Ég veit það ekki. Þetta er eitthvað sem í raun og veru á heima, kannski inn á borði stjórnmálafólks. Þetta er eins og þegar ég nefndi með barnabæturnar, þegar vorum að ræða aðeins áður við byrjum þáttinn, að með greiðslur, það finnst með greiðslan ætti að koma í febrúar þegar árið er að byrja og þá er náttúrulega ég smá svona erfitt að koma sér af stað. Maí, júlí þegar börnin er í sumarfríi og eins í desember þess vegna. Þegar náttúrulega einmitt, það eru auka útgjöld á þessum mánuði. Þannig að, af því sem bara af minni persónulega myndi ég vilja sjá og fá sjálf þessar greiðslur á þessum tímum. Svo er þetta annað sem er oft ekki mikið rætt og það er byrjun janúar sem er alveg hræðilegur já, af því að þá er einmitt fólk stundum að fá einmitt rukkanir fyrir jólunum eða þeir sem hafa átt kost á að setja jólin á einhverjar greiðslur, sko, en þú veist, og svo náttúrulega líka eru skólarnir að byrja aftur í janúar og maður hefur til dæmis lent í því með menntaskólabörn á heimili að þurfa að greiða skráningagjöld og svo leið, sko. Það er eitthvað sem er einmitt kemur í byrjun janúar og maður stundum alveg bara það er þegar að, já. Þetta er eins og með skólagjöldin. Þeir koma, þú þarft að greiða skólagjöld, þú þarft að fara náttúrulega í skólan eftir áramót, þeir koma í desember. Þú þarft að greiða þau í desember, þannig að það er líka auka. Já. Þannig að þetta kemur ekki á besta tíma þegar maður þarf að greiða skólagjöldin. Nei, mér minnir einmitt að eindaginn séu oft í byrjun janúar, sko, á þessum greiðslum, en það gæti verið eitthvað mjög, ég veit það ekki. Ég held að það sé misjafnt eftir skólum. Ég veit að það er eins og hjá mér og stráknum minn meldri, og þá þarf að greiða það sem sagt í desember. Já, það er bara hræðilegt. Það þurfti að greiða í desember þegar ég var að borga fyrir strákinn minn. Já. Ég kannast alveg það. En núna meðan við sitjum hér og tölum saman og þá var ég að fá kveðju frá Keflavík. Við erum nýbúin að vera setja inn á síður að minna fólk á matarkörfuna fyrir utan hjá okkur og hvernig fólk fyrir að nýta sér hana og þá fékk ég bréf frá Keflavík þar sem að fátæktin er sár, það er mjög erfitt á Suðurnesjunum. Það þeir eru búin að fá mörg stór áföll í tengslu við flugvöllinn. Þar var náttúrulega ansi margir sem töpuðu vinnu. Þannig að við teljum ástandið sem slæmt hér, það er ennþá verið á Suðurnesjunum og fólk sem ekki hefur efni á að koma í bæinn, getur þá ekki sótt eins og í matarkörfunar hjá okkur. Þannig að já,
Já, þetta einmitt flókið líka náttúrulega með svona þegar fólk ekki staðsett í sömu bæjarfélögunum til dæmis og það náttúrulega líka munurinn á milli aðstoðinni sem sveitarfélögin að gefa, það alveg og bara fólk sem býr á afskepptum stöðum líka sem erfitt að koma til. Og ég skil alveg bréfskrifarann sem að óskar eftir því að fá sem sagt einhverja svipað aðstoð á Suðurnesjunum. Já. Því að þörfin getur leynst í ýmsum hornum, sko. Það bara svo margt fólk sem að þarf á aðstoð að halda. Það eiginlega, sko, já, manni fallast eiginlega svolítið hendur af því að maður næri ekki að hjálpa öllum þó maður svo gjarnan vildi. Þá það hið opinbera sem verður að stíga inn í því að þetta bara ástandið þannig í samfélaginu í dag að það verður eitthvað að gerast. Það sem ég myndi vilja sjá, og það náttúrulega alltaf munur á því að vera tímabundið með lítið á milli handana eða að alast upp eða búa við stöðu að fátækt. Það ekki sami hluturinn þegar þú veist og síðan mynd komast út úr ástandinu. En ég myndi vilja sjá stjórnmálafólk í kannski hálft ár, 1 ár, að meðan það stýrir landinu á lægstu mögulegri upphæð sem að þjóðin veitir. Og það bara gjör svo vel, það bara að lifa þessari upphæð. Það má ekki styðjast við tengslanetti sitt til þess að redda sér húsnæði, búsetu eða annarri framfærslu og bara stýra landinu þannig. Þú þarft bara að kaupa strætókort, þú mátt ekki nota einkabílinn og sjá hvort að það hafi áhrif á hækkun framfærslu, lægstu tekna. Þetta það öðruvísi þegar þú veist að tilraunaverkefni munu þá ljúka innan árs eða eitthvað svoleiðis, en ef þú þarft að lifa með bara extra mánuði sem dugar ekki, það hlýtur að hafa áhrif þegar ef að fjármálaráðherra væri í bið hjá mæðrastyrksnefnd að fá mat, af því að hann mætti ekki hringja inn til þess að fá mat. Ég meina, ég væri til að sjá það verkefni. Ef að það hefur aldrei verið gert svona vel við öryrkja áður, eins og ég minnist þess að hann hafi sagt, að hlýtur að geta framfærslu á þessum tekjum, þannig að bara gjör svo vel, af hverju ekki að prófa, Bjarni Ben. Og í viðbót að allir reikningarnir séu alltaf á rauðu í bankanum og þú ert með nokkrar innheimtustofnanir á bakinu líka, sko. Það má bæta því við. Akkurat. Það einmitt, að vera í svona ástandi langvarandi, það það sem að þetta þýðir, sko. En sko, þetta að mínu mati hluti af vandanum. Við erum þarna með sá sem heldur utan budduna, það einmitt maður sem hefur enga þekkingu á fátækt. Og hann talar líka þannig að ég held ekki að fólk í fátækt vilji eiga samskipti við hann heldur. Því að hann talar niður til okkar og af ákveðnum hróka og ekki fær að setja sig í spor þessa fólks eða skoða aðstæður þeirra. Hann fastur í alhæfingum og fullyrðingum sem að slá ryki í augu fólks vegna þess að þær ekki sannar. Það verið að flagga þarna einhverju sem að sýnir aðra mynd heldur en hún raunverulega Og mér finnst það bara mjög alvarlegt. Mér finnst það alveg ótrúlega alvarlegt vegna þess að ég veit hvað í gangi þarna út í samfélaginu. Ég veit hvernig fólk hefur það, ég veit hvernig því líður af því ég að vinna með fólki í þessum aðstæðum. Og fá svo alltaf þessi skilaboð þarna ofan af því að þú veist, af því að það tala svo skýrt niður til okkar þá ekki hægt annað en að segja en að við séum að fá þessi skilaboð ofan af. Og þau eru bara svo mannskemmandi, þetta svo niðurlægjandi, þetta svo mikið niðurbrot og fólki finnst það svo verðlaust. Fólki finnst það einskis virði þegar að hæstvirtur fjármálaráðherra tala svona til þess. Og síðan kemur forsætisráðherra og tekur bara við boltanum og afsakar og byrja bætifláka fyrir.
og það muna allir hvað hún sagði áður en hún settist í þannan stól. Þannig að fólki finnst það bara vera tvöföldsvik. Já, sannlega ættum að kannast við það. Við hittum hana þegar við fórum með Mikael og hérna Vilborgu. Þegar einmitt rétt fyrir kosningar, þegar við fórum og vorum að segja okkar sögu og þá einmitt kom hún til okkar og hún ætlaði svo sannlega að gera góða hluti og betri hluti fyrir þennan hóp. En því miður. Við kannski ræðum bráðlega og tilengum kannski verðum við þáttum staðhæfingar stjórnmálafólk sem að standast enga skoðun. Það sannarlega efni í heilan þátt en við höldum áfram fólki með reynsluna að halda áfram með þessi málefni og við erum þakklátt fyrir fólkið sem við höfum kynnst á leiðinni, held ég geti fullyrt fyrir okkur öll sem að sitjum hér og höldum áfram að tala saman og orðin skapa samfélag í gegnum skjána erum við að tala og koma hugmyndum á framfæri og við trúum því að við getum búið til betra samfélag og það mun verða veruleika. Það lítur ekki endilega vel út núna en sólin einhvers staðar bak við skýin og sé haglél núna og ég vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma, Laufey Ólafsdóttir, Ásta Þórdís Skjaldal og Hildur Oddsdóttir. Sjálf heiti ég Sanna Magdalena Mörtudóttir og þetta var Hin Reykjavík. Góða helgi.